Jæja, kæru kollegar, innilega til hamingju með daginn. Bókasafnsdagurinn var haldinn í fyrsta skipti 14. apríl árið 2011. Það þýðir að dagurinn er haldinn hátíðlega í 10. skiptið í ár. Yfirlýst markmið bókasafnsdagsins er tvíþætt. Annars vegar að vekja athygli á mikilvægi bókasafna í samfélaginu og hins vegar að vera dagur starfsmanna safnanna. Inni á söfnunum starfar fólk sem er mjög umhugað starfið sitt og allt það sem bókasöfnin standa fyrir. Það er ekki bara að bjóða upp á áhugaverðan safnkost og gagnlegan, heldur líka að efla jöfnuð, fræðslu og miðlun. Bókasafnið er musteri þekkingar en einnig gagnvirkur vettvangur þar sem notendum er boðið að taka þátt í að móta starfsemina. Í dag klöppum við okkur á bakið og minnum okkur á hversu vel okkur hefur tekist í þeirri vegferð að efla söfnin. Við höfum gengið í gegnum tímabil þar sem bókin hefur oft verið spáð dauða og bókasöfnin af ýmsum talin úreltar stofnanir. Við höfum ekki bara náð að halda velli, heldur höfum við skapað starfseminni mikilvægan sess í samfélaginu, gert bókasafnið að helsta málsvara læsis og stofnun sem jafnar aðgengi almennings að menningu, þekkingu og margvíslegum viðburðum auk þess að hvetja til samfélagslegrar þátttöku. Bókasöfnin eru staður þar sem allir eru velkomnir og geta staldra við eins lengi og þeim sýnist án þess að þurfa að taka upp veskið. Í pistli bókasöfn sem fluttur var í lestinni á Rás 1 í síðustu viku benti Þorvaldur Sigurbjörn Helgason á að bókasöfnin væru róttækt afl í samfélaginu sem þjónar hagsmunum almennings. Ég mæli með því ef þið hafið ekki hlustað á pistilinn hans Þorvalds að gera það. Mig undraði að hann vissi svona margt bókasöfnin. Hann virtist hafa svipaða innsýn og við sem störfum á söfnunum. Auðvitað ætti ekki að vera undrandi. Auðvitað ættu allir að vita fyrir hvað við stöndum og það ætti að vera jafn sjálfsagt og að allir þekki mikilvægi heilsugæslunnar fyrir samfélagið. Við þurfum að fá fleiri sem að sjá bókasafnið eins og Þorvaldur. Við verðum að vera háværari, minna hógvær og gera okkur breið, taka sviðið og svipta hulunni á dásemdum bókasafnsins. Með þessu vil ég segja að við erum frábær, við skulum hrósa hvort öðru, en svo þurfum við að halda áfram og gera enn betur. En þá er komið að morgunkorni á bókasafnsdaginn 2020. Þema dagsins í ár er lestur bestur hryllilega spennandi. Við fáum erindi hrollvekjur í bókmenntum og það er Úlfhildur Dagsdóttir, bókmenntafræðingur, rithöfundur og bókaverja sem flytur erindið með yfirskriftina Það er margt sem myrkrið veit, úti bíður andlit á glugga eða bókin sem beit. Þetta er hræðilega spennandi. Gjörið þið svo vel. Góðan dag og til hamingju með daginn. Ég veist að við ættum að loka öllum bókasöfnum í dag og detta í það. En hrollvekjan er einfallega best. Að komast engar bókmenntir nærri hrollvekjunni þegar kemur að slagkrafti og hressilegheitum. Góðar hrollvekjur hreiðra sig í hugskotinu og fara þaðan aldrei aftur. Saga hrollvekjunnar er auðvitað eðalborin líka. Ræturnar liggja í þjóðtrú og góðsögnum, í myrkrinu sem veit og andlitum á gluggum. Og eftir þetta manifesto er best að snúa sér til Jane Austen. Í skáldsögu Jane Austen, Northanger Abbey, sem var skrifið í kringum aldamótin 1800, er aðalsöguhetjan Catherine afskaplega gefin fyrir að lesa og það sem henni finnst mest gaman að lesa eru að sjálfsögðu hrollvekjur. Hrollvekjur þessa tíma voru gotneskar skáldsögur
En almennt talið að fyrsta gotneska skáldsagan hafi verið bók Horace Walpole, The Castle of Otranto, sem kom út árið 1764, en það var hann Horace sem að gaf bókmenntategundinni nafn og form. Gotneska skáldsagan hneigðist að miklu og ýktu drama, samfara hástendu uppnámi tilfinninga í kjölfar alls konar ógna og skelfinga. Drama. Gotneska skáldsagan, og í raun og veru var þetta heil heimsmynd og svona bara hugsun sem birtist meðal annars í hönnun líka og tísku, kemur fram sem þörf fyrir eitthvað yfirnáttúrulegt í efnislegum heimi. Þarna upplýsingin búin að eyðileggja allt og þarna kemur sem sagt gegn upplýsingunni rís fantasían og ímyndunaraflið upp gegn þessari harðstjórn skynsemishyggjunni. Hér sjáum við fantasíuna rísa. Nú, Katrín fer með vinafólki sínu til Bath og kynnist þar annarri stelpu sem hefur líka gaman af að lesa. Og einn daginn þá tilkynir hún vinkonu sinni að hún hafi það fyrir rétt að bráðum komi eitthvað hræðilegt frá London. Vinkonunni bregður illa og heldur að Katrín sé að tala uppreisn. En á þessum tíma var fólk afskaplega hrætt við uppreisnir. Franska byltingin 1789 var fólki enn í fersku minni. En Austen með þessu ekki bara sýna hvað hún sniðug að vísa í pólitísk átök á þess að nenna fjalla þau. Hún líka að taka fyrir annað stórhættulegt fyrirbæri sem lestur. Á þessum tíma fjölluðu karlar af mikilli alvöru the moral dangers of reading, eða hættuna á því að lestur skaðaði siðferðisvitund. Austen kemur víða inn á umræðinu lestur í sögunni og dregur upp skýra mynd af skáldsagnalestri og umræðinu í kringum hann á þessum tíma. Þegar lestur og læsi varð almennari, varð hann tengdur sjálfsákvörðunarrétti og sjálfstæði. Samanber það að það þótti afskaplega óheppilegt að þrælar væru læsir. Leið og áherslan færðist yfir á lestur sem einstaklingsákvörðun og einstaklingsmótun kom auðvitað upp samhliða vantrú á hæfileika lesandans til að fara vel með þennan rétt sinn og möguleg ill áhrif lesturs fóru að verða rædd. Og lesturinn þótti sem sagt sérlega hættulegur fyrir konur og börn og lágstéttir verkafólk almennt, þar að segja alla þá sem höfðu ekki andlegan þroska til að ráða við að lesa. Bæði lestur andlegt álag fyrir óhæfa huga og svo var auðvitað mikil hætta á ranghugmyndum sem að fólk fengi úr öllum þessum bókum. Konur og aðrir fávitar hafa löngum verið taldar óhæfar til að greina á milli skáldskapar og veruleika. Því þær hafa annaðhvort ekkert eða of mikið ímyndunarafl, fer eftir við hvað þú talar, og þess vegna var gotneska skáldsagan sérlega hættuleg. Svo hryllingurinn sem á leiðinni frá London af þrennu tagi, það sem sagt hrollvekjur, fallöxi og ruglað kvenfólk. Austen nefnir svo haug af titlum á gotneskum sögum og lengi vel var haldið að þeir hafi verið uppfundnir af henni. En raunin sú að þessar bækur eru flestar eftir gleymdar konur. Það voru kallarnir sem að nutu vinsælda áfram, konurnar gleymdust. Það saga sem við höfum aldrei heyrt áður. Og ég hafði lesið þessar þekktustu, en það ekki fyrir núna nýlega á öld rafbókarinnar sem að aðgengi að þessum óþekktu loksins orðið gott. Og þegar ég las þær, þá sá ég að það var full ástæða til að kallarnir væru hræddir. Því þessar sögur fjalla meira eða minna það hvernig konur eru seldar í hjónaband og hvernig þær gera allt sem þær geta til að komast hjá því að giftast einhverjum misgeðslegum köllum sem þær hafa engan áhuga á, en feðraveldið krefst þess að þær giftist.
Nú allt þetta staðsett í fortíðinni. Gotneska skáldsagan dregur nafn sitt af því að allir þessi söguheimur var staðsettur í einhverjum óljósum miðöldum, svona pínlítið eins og fantasíur í dag. Þannig að þetta var staðsett í fortíðinni til þess að þetta liti sakleysislega út, til að gefa í skyn að þetta væri alls ekki svona í dag sem að þarna á 18. öld. En auðvitað var ástandið alveg nákvæmlega eins. Gotneska skáldsagan því sérlega áhugaverður kvennaheimur, oft skrifaður af konum og með konur í aðalhlutverkum, líka sem illkvendi. Og þetta eru sögur sem að lýsa reynsluheimi kvenna strax á 18. öld áður en það varð í raun og veru að hugtaki. Og ekki má gleyma því heldur að gotneska skáldsagan var gífurlega mikilvægur brautryðjandi skáldkvenna á 19. öld. Austin sjálfrar sem að þegar ég var búin að lesa alla þessar bækur áttaði mig á að hún sækir mun meira í þennan sagnaheim en ég hafði áður vitað. Nú svo eru þetta Bronte-systur og fleiri. Gotneska skáldsagan sem betur fer enn til en þó í breyttu formi. Einn áhrifamesti arftaki hennar var Shirley Jackson og skáldsögur hennar konur og kastala. The Haunting of Hill House sem núna verið að endurútgefa enn einu sinni með forsíðu af Netflix-þáttunum. Bókin ekki neitt sérstaklega lík Netflix-þáttunum en hvort tveggja vel þess virði að skoða. Og We Have Always Lived in the Castle. Ég hef ekki séð þessa mynd en hlakka mjög til. Í þessum sögum og fleirum heldur hún áfram að vinna með þessi kvenlegu þemu gotneskunnar konur og hús eða heimili og hinn mörgu flækjustig sem fylgja því. En áður en ég held áfram með söguna þá ætla ég aðeins að staldra við og skoða nokkrar skilgreiningar. Það að segja hvað hrollvekja og af hverju viljum við láta hræða okkur. Og það mörg svör við því og nákvæmlega ekkert endanlegt. Eins og ég sagði í upphafi þá ljóst að hrollvekjan hefur verið helsti farvegur fyrir viðhald góðsagna og þjóðsagna og alltaf síðan hrollvekjan að endurvinna temu og minni úr þjóðsögum og góðsögum, skrýmsli, draugar og óvættir af ýmsu tagi. Hér uppáhalds óvættur. Og við að einhverju leyti þjónar hún þessari þörf í dag að halda áfram að sýna okkur að það margt sem myrkrið veit. Þannig að þetta getur verið það sem við sækjum í, eitthvað sem við óttuðumst einu sinni en trúum ekki á lengur en trúum samt svolítið á lengur. Það þessi óhugnaður, þessi ókennileiki, tilfinning fyrir einhverju sem óþægilegt, vekur okkur ótta eða skelfingu eða bara hroll. Mjög vinsæl kenning að við sækjum í hrollvekjur til að geta upplifað óþægilegar tilfinningar, hættulegar tilfinningar í hæfilegri fjarlægð. Talið spurning úthreinsun, katharsis á grískunni, á erfiðum tilfinningum. Í dag kannski vísa meira til hrollvekja og þá með áherslu á börn og ungt fólk sem leið til að læra inn á fjölbreytt tilfinningaróf, takast á við alls konar erfiðar tilfinningar aftur í ákveðnu öruggri fjarlægð. Þetta á auðvitað við fullorðna líka. Þessar kenningar minna á aðrar mjög skemmtilegar kenningar frá tíma gotnesku skáldsögunnar hrollvekjuna sem ákveðna upphafningu, the sublime. Það að segja það sem yfirþyrmandi á einhvern hátt. Þetta var partur af hinni rómantísku hugsun líka, en það gotneska náskyld rómantíkinni. Og aðalkenningin þetta kemur fram 1756. Það var Íri, Edmund Burke, sem skrifaði ritgerð með, það velta fyrir ykkur hvaðan mínir löngu titlar koma, þá heyrið þið það núna. Ritgerðin hans heitir A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. Í stað þess að hafa þetta bara sublime eða eitthvað svona catchy. Allavega, allt sem vekur hrylling og skelfingu sublime, yfirþyrmandi, upphafið, öfugt við kyrrðina sem einföld fegurð vekur. Og
Hann leggur áherslu á að við eigum að reyna að vekja sterkustu tilfinningar sem við mögulega getum kallað fram, sársauka eða hættu, allt sem á einhvern hátt gróft eða hrátt, sterkt, áhrifamikið, andstæður, öfgar, allt þetta sem vekur einhvers konar heitlun eða skelfingu eða einfallega ógn. Og þetta fegurra en fegurðin, sagði Burke. Önnur kenning snýr að formúlu hrollvekjunnar. Skrímsli veldur upplausn í samfélaginu, öll gildi raskast og svo kemur hetja og kemur öllu í samt lag. Sumir vilja sjá þessa formúlu sem róttæka uppreisn gegn hefðbundnum gildum. Þar að segja að það kemur eitthvað skrímsli og rústar samfélaginu. Aðrir leggja svo áherslu á að skrímslið alltaf hamið í lokin og það feli þá í sér staðfestingu á borgaralegum gildum. Þannig að það semst annars vegar þeir sem að líta á hrollvekjuna sem róttæka og hins vegar sem íhaldssama. Nú þeir sem lesa og horfa á hrollvekjur vita að það enda yfirleitt illa, það nú eitt helsta einkenni formsins, þannig að þessi gamla formúla, hún á nú kannski meira við svona vinsælar kvikmyndir en bækur og síðan á hún alls ekki við kvikmyndir í dag lengur vegna þess að nú alltaf framhaldsmyndir. Þannig að það alveg óhætt að segja að hrollvekjan, það allavega mjög sjaldan sem að öllu bjargað í lokin. Og þetta allavega það sem að mjög margir telja vera helsta einkenni, jafnvel gildi hrollvekjunnar, að hún sé róttækt fyrirbæri, hún grefur upp í samfélaginu, hún grefur alls konar upp, sýnir okkur það sem við hræðumst, það sem við höfum bætt, bæði félagslega, einstaklingsbundið, sálfræðilega og rótar í leiðinni í hefðbundnum gildum og sýnir meðal annars, eins og sérstaklega í gotnesku skáldsögunni, kreppu fjölskyldunar og feðraveldisins. Nú, tökum aftur upp söguþráðinn. Og það eru þau Rice og King sem að koma fram á 8. áratugnum. Þarna í raun og veru verður hrollvekjan til á ný sem sérstakt form. Og það annars vegar Anne Rice sem að vann fyrst og fremst með gotnesku skáldsöguna og þekktust fyrir vampírusögur sínar og hins vegar Stephen King sem var líka undir áhrifum frá gotneskunni en hann tók þau ekki síður inn í gegnum Shirley Jackson og The Shining í raun og veru bara eins konar endurskrifun á Haunting of Hill House. Og hann var líka undir mjög miklum áhrifum frá hrollvekju myndasögum 5. og 7. áratug 20. aldar. Það sem Stephen King bætir inn í þetta hrollvekju mix og hafði mjög mikil áhrif staða rithöfundarins. Eins og við sjáum til dæmis í The Shining, en líka í annarri minna þekktri sögu sem heitir The Dark Half. Og þetta birtist víðar, þetta eru bara svona þau dæmi sem að duttu ofan í hausinn á mér. Og í þessum sögum að þá dregur hann einmitt fram hættuna af því að skrifa og lesa. Nú 9. áratugurinn, hann var síðan í kjölfar þessara mikið blómaskeið hrollvekjunnar. Þar kemur fram grafískur líkamshryllingur sem byggði mikið á því að taka upp kunnulegar og sakleysislegar myndlíkingar og kollvarpa þeim með því að gera þær bókstaflegar. Eins og til dæmis í sögu Svövu, þar sem að ef að þú gefur manninum þínum hönd þína, að þá réttur honum afhöggna hönd. Og ef þú missir andlitið í hrollvekju þá dettur andlitið bókstaflega af þér. Þannig enn á ný verið að minna okkur á að texti, orð, skrif og lestur eru hættuleg. Þarna koma fram frábærir höfundar eins og Clive Barker sem hefur verið mjög áhrifamikill. Sérstaklega sería hans The Sandman, en síðan hefur hann skrifað Glásmeira, sem hefur göngu sína undir lok 9. áratugarins. Ég man rétt þá var það 89. Nú þessi saga fjallar konung draumana og draumar eru eins konar bæði skrif og lestur og fyrst og fremst hrollvekjur. Vona ég alla dreymi jafn hressilega illa og mig á nóttunni.
En rithöfundar, skrif og bækur og lestur koma mjög mikið við sögu í þessum sagnabálki og þá sérstaklega með áherslu á það hvernig sögur eru skapandi afl og líka tortímandi ef út í það fer. Allavega er áherslan sögur eru aldrei saklausar. Síðan þá hefur þetta þema dúkkað reglulega upp í myndasögum, hrollvekjum og fantasíum. Í dag eru þessar greinar farnar að vera blandaðari. Fantasíur, hrollvekjur, vísindaskáldsögur og jafnvel glæpasögur eru farnar að blandast saman. Á íslensku hefur þetta allt verið kallað furðusögur sem að vísar í vinsælar bókmenntir á fyrstu áratugum 20. aldar. Þegar voru gefin út tímarit sem að voru með yfirskriftinni eitthvað, Weird Tales og þar var allt þetta dót saman í hóp. Og það er sem sagt í þessum heimi furðusagna sem við sjáum áfram bækur lestur og skriftir sem skapandi og hættulegar. Fables er ein frábær sería. Þar er vísað í einmitt þjóðsögur og góðsögur sem að eru til, þær eru bara til í öðrum veruleika og þær sögur sem eru vinsælar að persónur úr þeim lifa lengst. Þannig að eins og þegar að Mjallhvít er skotin á færi, að þá lifir hún af því að hún er svo vinsæl, en ef það hefði verið einhver svona aukapersóna úr Mjallhvítasögunni eins og kannski bara, einn þjónninn úr höllinni eða eitthvað svoleiðis, þá hefði hann drepist leið. Skiljiði. Þú lifir ef þú ert vinsæl, ef það verið að segja söguna þína aftur og aftur, þá eignastu framhaldslíf. Þannig að sögur eru bókstaflega lifandi og skapandi. Svo er annar frábær sagnaflokkur, The Invisible Library, þetta eru ekki myndasögur. Þar er sama hugmynd, það eru margir heimar, alls konar veruleiki. Bókasafnið er fyrir miðju þessara heima og tengir þessa heima alla. Og starf okkar bókaverja er að leita upp í bækur sem að eiga ekki heima í einhverjum heimi og eru valda þar einhverjum usla og vandræðum og það er semst fara og ná í þessar bækur og geyma þær vandlega á bókasafninu. Þannig að bókaverjur semst ekki bara hafa áhrif á veruleikann, þær hreinlega stýra honum. Og svo er bók sem ég var að klára að lesa í gær, The Unlikely Escape of Uriah Heep. Og hún er alveg dýrlega því að hún fjallar þann möguleika á stöðufullra lesenda að geta kallað sögupersónur fram úr bókunum. Ef þú sökkvir þér nógu djúpt ofan í einhverja bók, að þá sprettur sögupersonan fram. Og þegar þarna er komið sögu, að þá eru 5 darsíjar á vappi, einn frá einn frá 1995 sem að hefur þá óheppilegu tilhneigingu til að henda sér alltaf út í öll vötn. Og svo er að sjálfsögðu Dracula. Og svo eru þetta eins og þetta með Darcy og vatnið og 5 útgáfur af Darcy, svo er þetta allt saman líka túlkanir. Áherslan í öllum þessum bókum er alltaf að lestur er virkur. Þú ert alltaf að túlka leið að þú lest. Þannig að fyrsti Darcyen, hann er svona rosalega íhaldssamur og penn og svo er þessi nýjasti sem er alltaf að henda sér út í vatnið. Þannig að og svo er það önnur myndasöguserja, alveg líka frábær, The Unwritten. Þar kemst aðalsögupersonan að því að hann er í raun og veru skáldsagnapersóna en ekki sonur höfundarins. Og svo fer af stað heilmikil barátta valdið yfir sögunni sem er líka valdið yfir veruleikanum. Svona bara nokkur dæmi sem að ég mundi eftir í fljótu bragði. Nú ef við skoðum aftur gotnesku sögurnar og óttann við lesturinn, að þá óttast ég að kallarnir hafi haft algjörlega rétt fyrir sér. Að lestur kvenna á skáldsögum sem fjölluðu konur sem tókst að bæja frá sér ýmsum ógnum, aðallega karlmönnum, hafi haft sitt að segja fyrir kvenréttindabaráttuna. Svo niðurstaðan er auðvitað, lestur er stór hættulegur. Og við förum öll til helvítis með Bosch.
Takk fyrir. Spurningar? Athugasemdir? Mótmæli? Vitið núna allt Hrollvekjuna. Ok. Þið sendið mér þá bara e-mail. Kærar þakkir Úlfhildur, þetta var mjög skemmtilegt, þetta var góð byrjun á degi, alls svakaleg. En þetta er bara byrjunin á þessum dásamlega bókasafnsdegi. Mig langar til að þakka allri skipulagsnefndinni, ég er náttúrulega bara partur af öflugu teymi sem hefur verið að undirbúa þennan dag. Og minna það að klukkan 11 þá verður streymi þar sem að Hildur Knútsdóttir rithöfundur mun vera með erindi í tengslum við daginn og þemað. Og það verður hægt að sjá það streymi inn á Facebook síðu sem ber heitið Bókasafnsdagurinn. Þannig ef þið eru ekki ennþá búin að láta ykkur líka við þá síðu þá mæli ég eindregið með því að þið gerir það. En streymið fer líka inn á, eða við birtum upptökuna líka tengilinn á streymið á VF upplýsingar. Þannig að það verði hægt að nálgast það þar. Og ég hvet bókasöfnum allt land til þess að láta þetta rúlla einhvern tímann yfir daginn fyrir notendur að njóta gesti safnsins hjá ykkur. En það var líka spurning sem við spurðum bókasafnsgesti og starfsmenn á bókasafnum hvaða titil þeim dytt í hug þegar þeir hugsuðu sér einhverjar hrollvekju sem að fékk á til hárin til að rísa, fékk á jafnvel til að skríða undir rúm. Og úr svörunum var búið til myndræn niðurstaða sem hægt er að skoða einnig á Facebook síðu bókasafnsins. Og ég það tekur mér svolítið mikið tíma að finna það núna í tölvunni, þannig ég ætla bara að bjóða ykkur að skoða sjálf, en þetta fer inn á Facebook síðurnar og inn á VF upplýsingar, þannig þið getið skoðað það, getið prentað út og notið tilkynningar á safnanum. Annars þakka ég bara kærlega fyrir morgunkornið, þakka ykkur fyrir mætingu, þakka þeim sem hafa verið að fylgjast með streyminu og eigið dásamda dag.